ætlum að koma fyrir núna þeim sem ætla að vera í pallborðinu. Ég held að mig vanti einn til þess að setja á hljóðnema. Já, Þorsteinn, þarna ertu. En þið komið endilega þá upp sem að taki þátt og ég ætla nú bara að nefna þá sem að setjast hér og það er Auður H. Ingólfsdóttir hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála, Birgir Þór Harðarson frá Kjarnanum og Bryndís Skúladóttir Samtökum iðnaðarins, Guðjón Bragason Sambandi íslenskra sveitafélaga og Hreinn Óskarsson Skógræktinni, Rannveig Magnúsdóttir Landvernd, Sigurður Ingi Friðleifsson Orkusetri sem að hélt hér skemmtilegt erindi áðan og Sunna Áskelsdóttir Landgræðslu ríkisins og Þorsteinn E. Sigfússon Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Við verðum svona fram yfir 6 fréttir held ég. Það er nóg að fínu fólki hér. En við skulum bara byrja þetta. Ég verð bara hérna megin á endanum og segi velkomin. Takk fyrir að koma og setjast hér niður. Mér langar að byrja stuttlega á spurninginni. Þið hafið svona 2 mínútur hvort. Þetta er bara eins og í framboði sko. Að hérna, sko, hvernig getum við best dregið úr losun og elt bindingu? Og ég ætla bara að byrja þá hérna á endanum hjá Kjarnanum, hjá honum Birgi Þór Harðarsinni og hér er Þorsteinn E. Sigfússon komin, velkomin líka. Og hafður þetta, já. Heyrist eitthvað í mér hérna? Já, ok, ég heyrði ekkert í mér. Ég er ekki búin að æfa lyfturæðuna, sko. Já, þetta er svo fínt. Ég er ekki í frambúði. En hérna, ég verið að fjalla svolítið loftslagsmál á Kjarnanum og reynda að gera það að mínum málaflokki, einhver blaðamenn velja sér yfirleitt eitthvað svona mál sem þeir gera sínum. Ég hef reynt að gera það með mínum, eða loftslagsmáluna mínum. Það er svo flókið að gera loftslagsmáluna sínu þegar það er svo víðfeðmur málaflokkur og þetta snerta á svo mörgu. Og ég hef fundið að mitt helsta challenge hefur verið að ég raun og veru einfalda málaflokkin þannig að ég geti útskýrt hann fyrir sem flestum og sem flestir skilji. Ég hef líka verið að fjalla og ég hef sett fókusinn kannski aðalega á íslensk stjórnvöld og aðgerðir stjórnvalda í þessum málaflokki og ég hef einhvern veginn komist að því að það er mín kenning að kannski er eðli loftslagsbreytinga þannig að þau eru að stjórnmálin á Íslandi og örugglega alstaðar í öllum lýðræðisríkjum eiga bara svolítið erfitt með að díla við þau af því að ákvarðanir sem að stjórnmálamenn taka í dag árangurinn af þeim ákvörðunum mun ekkert sjást fyrir eftir 20 ár. En þetta er kannski einmitt hlutverk blaðamannsins að taka þessa leið, skoða þetta frá þessari hlið, reyna að útskýra fyrir almenningi og veita stjórnvöldum aðhald. En við kannski höldum áfram bara fram eftir röðinu og heyra frá ykkar sjónarhóli miðað við hvert ykkar fag er. Já, ég heit Auður, ég frá Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Já, Auður, takk. Og ég var mjög hrifin af erindinu fyrsta frá Costa Rica. Sérstaklega þessir hugmyndir við þurfum að hugsa stórt og taka svolítið djarfar ákvarðanir og það eru lítil lönd eins og Íslands, þau geta það. Og það hefur mjög oft verið í umræðunni að við ættum að vera leiðtogar, en svo þú veist, ef við þurfum að fórna einhverju þá erum við dálítið fljót í að afsaka okkur af því við erum svo lítil. Þannig að ég held að við þurfum að hugsa stórt, taka djarfar ákvarðanir, en í því samhengi það er enginn og ekkert undanskilið. Og ég hef mjög oft heyrt í umræðunni, til dæmis, þetta er bara neytendurnir eiga að sjá þetta, við tökum fullt af litlum skrefum og þannig leysum við það, en svo gleymum við því í stjórnmálunum þegar við erum að taka ákvarðanir að byggja nýja verksmiðju, sem er miklu stærra hlutfallslega heldur en ef ég fer á rafbíl ein og sér. Og síðan líka hef ég heyrt til dæmis, og það kom fram áður, binding gríðarlega mikilvæg og auðvitað eigum við bara að ganga í það mál, ekki bara út af loftslagsbreytingum, heldur út af alls konar öðrum málum líka, en það þýðir ekki að þá getum við bara sleppt því að hugsa bílana. Þannig að þetta er bara einhvern veginn málefnin sem er þess eðlis að við þurfum öll að taka þátt í því og við getum ekki gleymt því þegar það hentar okkur. Það hefur verið mjög mikið svoleiðis og svo allt í einu vöknum við upp við skýrslu eins og kom í febrúar og mars, það var bara, úps, nú þurfum við kannski bara að borga fullt af peningum. Af því að þetta var einhvern veginn bara ítt til hliðar. Og aðeins síðan í lokin þá langar mig líka nefna af því að ég er nýlega komin inn í ferðamálin og farin að setja áherslu þar. Og þar held ég að sé mikið verk óunnið að tengja þetta saman. Gott að við sem að fá mikið af ferðamönnum, en
En þar mikil losun líka, bæði hér innanlands og við þurfum að ná utan það í aukinni bílaumferð og bara allt sem að ferðamennirnir neyta, en við getum ekki látið eins og alþjóðaflugið koma okkur ekki við, þó það sé ekki inn í okkar bókhaldi. Við erum að markaðsetta Ísland og fá allt þetta fólk og við erum eyja og það til ein stúdía sem ég sé þar sem við erum gerð tilraun til að kortleggja svona meðal ferðamennin, kolefnisfótspor og af þessum erlendu ferðamennum sem eru að koma. 80% af því alþjóðaflugið. Þar fengum við enn eina áskorunna til þess að takast á við loftslagsmálin sem heldur betur stór. Skulum halda áfram bara með þessa grundvallarspurningu og kannski þið megi alveg kynna ykkur þá. Já, ég heiti Hreinn Óskarsson, vinn hjá Skógræktinni. Þakka fyrir fína ráðstefnu og góð erindi. Ég veit ekki að byrja, það náttúrulega búið að fjalla heilmikið hvernig á að draga úr losun. Það náttúrulega bara öll hætt að keyra og ferðast og borða baunir. Það ekkert að fara að gerast, það verður áfram töluvert mikið losun eins og búið að koma fram þó að þetta draga úr töluvert miklu. Og það nú þegar komið það mikið koltvísýringur út í andrúmslofti að það heldur áfram að hlýna þó við myndum stoppa alla losun í dag. Þannig að það verður að binda. Við erum með ágætis tól í það sem heitir gróður. Það verið að kynna þarna tæki daginn í sjónvarpinu, en þetta sem sagt búið að vera til á jörðinni nokkuð mörg ár, þessi gróður. Þessi gróður, já. Og þar erum við þetta með græna, tré sem að binda hvað mest, bara vekja athygli á því. Og bara nú þegar langmesta kolefni bundið í þessum gróðri. Og það svona 31% af þurrlendi jarðar þakið gróðri, skógum, og langstærstur hluti kolefni sem bundið bæði þar í trjánum og gróðurinnum og jarðveginum. Og það nokkuð góð þekking hér á landi og reynsla og innviðir. Það svona kosningaorðið í dag, innviðir, þetta komið beint úr skóginum. Eins og þarna í síðustu kosningu þá var það sjálfbærni, það líka frá Skógræktinni. En sem sagt, þetta hefur verið náttúrulega dálítið umdeilt með að rækta skóg á þessu landi, þó að það verið skógur í gamla daga, þá ekkert allir hrifnir af skógi, en það ekkert mál að skipuleggja skógrækt með þeim hætti að það Við höfum átt okkar góðu spretti ekki satt á Íslandi í skógræktinni, en það má jafnvel leggja meiri áherslu á hana í þessu stóra samhengi öllu saman, ekki satt? Jú, það er svona svolítið inn á því að það hafi svolítið gleymst og bara sem dæmi fjárveitingar og fjárhagsáætlun ríkisins til nokkur ára, það liggur bara niður á við hvað var það skógrækt. Kannski tekið þessum... Það verður allavega tvöfalda framlög til skógræktir ef ekki meira til að reyna að binda allavega þá þessa, eins og talaðum hérna fyrir í dag, að setja markið hátt. Skógrækt ekki bara hobby. En höldum áfram með kynni ykkur. Já, ég heiti Guðjón Bragason, sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Mig langar til að byrja á að rifja upp eitt sem Monika Arroyo sagði hérna í morgun sem mér finnst mjög mikilvægt að hafa í huga, sem það að við eigum ekki að taka ákvarðanir eingöngu út frá loftslagsmálum, við eigum að taka þær vegna þess að þær eru góðar til að auka lífsgæði. Og hvers vegna segi ég þetta? Jú, ég var dálítið hugsi yfir allir þessari tölfræði sem flög hér yfir okkur í morgun. Þetta var rosalega mikið magn af upplýsingum og þetta kannski margir meiri sérfræðingar en ég sem meðtóku þær hraðar. En ég held að það sé ákveðin hætta á því ef við horfum mjög þröngt á loftslagsmálin ein og sér og látum þessi markmið sem að Íslandi skuldbundið af ráða för ein og sér, þá missum við kannski sjónar af því sem að skiptir meira máli, sem að að ná framförum. Og það var eitt sem fór aðeins fyrir brjóstið á mér sem að var í erindi Brynhildar Davíðsdóttur, sem að var það að mér fannst almenningssamgöngur afskrifaðar ansi hratt þar. Það var að vísu undir formerkjum léttlestar, það væri bara allt og dýrt og væri þar af leiðandi aðgerð sem ætti ekkert heima í þessari upptalningu. Ég algjörlega ósammála þessu og vil nú halda því fram að það hljóta að vera eitthvað skakt reiknað eða allavega ekki horft á heildina í því að náttúrulega þessi áform borgarlínu og áform þá jafnframt þéttingu byggðar sem að snúa að því. Ég held að þetta sé eitt mikilvægasta verkefnið í loftslagsmálum sem að við stöndum frammi fyrir. Eins og hér hefur verið nefnt, þetta tekur áratugi í rauninni kannski að sjá endanlegan árangur af þessu. Þannig að vettvangur sveitarfélagana, hann mjög mikilvægur í þessu og þá kannski við tölum einmitt sér í lagi samgöngunar og að menn geti verið sammála og tilbúnir í útgjöld.
Akkurat, og ég vil líka nefna almenningssamgöngur út frá höfuðborgarsvæðinu, sem milli landshluta. Nú eru samningar milli landshlutasamtaka og vegagerðarinnar að renna út á næsta ári og ekki ljóst hvort þeir verði endurnýjaðir. Náttúrulega það að efla almenningssamgöngur til staða eins og Selfoss, Akranes, Borgarnes, þetta hefur skipt heilmiklu máli upp á það að stækka atvinnusvæði borgarinnar og við þurfum meiri stuðning ríkisins við almenningssamgöngur almennt. Og það gildir auðvitað borgarlínuna ein og sér. Hún verður ekkert að veruleika án aðkomu ríkisins, öflugs stuðnings. Sjá hvort að sú framtíðarsýn verður veruleika, en höldum áfram. Förum hingað í átt að mér. Já, Rannveig ég og vinn hjá Landvernd. Rannveig, Landvernd, já. Ég er sérfræðingur hjá Landvernd og búin að vera þar í 5 ár, tæplega. Heyrist ekkert í mér? Þetta er að hækka í hljóðnum, held ég. Er það betra núna? Já, heyrist betra núna? Þarna ertu, já. Sæl og blessuð, Rannveig ég og vinn hjá Landvernd, sérfræðingur þar. Sýn Landverndar á þessi loftslagsmál er í rauninni að við viljum bara stefna að kolefnishlutlausu Íslandi og bara núna helst. Við erum jafnvel til í að ganga lengra og fara út í svokallað net negative emissions og það er í rauninni það bara að fara ennþá lengra og borga skuldina. Eins og við vitum alveg það er erfitt að ná þessu nulli og eins og réttilega hefur margótt verið bent á hér er að það þarf að huga mörgum hliðum að málinu. Þetta er ekki bara spurning um að horfa á gróðurinn eða horfa á neyslu, það þarf að horfa á allt. Við náum ákveðið langt með því að breyta hegðun okkar en við náum kannski nullinu eingöngu með því að hugsa um landgræðslu og endurheimt votlendis og skógrækt og svoleiðis. Þannig að þetta er svona margþætt vandamál sem ég held að við séum alls sammála að sé mikilvægt. En við viljum ganga bara mjög langt í þessum málum og helst ekki seinna heldur núna. Gefið engan afslátt, það er svona þessi núllstefna. Já, núllstefnan. Og Landvernd stýrir í rauninni fjölmörgum verkefnum sem koma að loftslagsmálum og má það kannski helst nefna loftslagsverkefni okkar með sveitarfélögum. Og þar finnst okkur hafa verið svolítið vanrækt svæði. Sveitarfélög hafa ekki fengið nógu mikið fjármagn til þess að stunda í rauninni huga að sínum loftslagsmálum og við höfum verið aðstoða sveitarfélög þar að meðal sveitarfélög Hornafirði og Fljótsdalshéraði og þar erum við að aðstoða sveitarfélög við að finna leiðir til þess að minnka útblástur eða útlosun á aðalega 3 geirum sem eru úrgangurinn, orkan og samgöngur. Og við setjum markmið með sveitarfélögunum ákveðin bara minnkun á útblæstri og reynum að finna leiðir til þess að ná þessum markmiðum. Já. Og þarna verður líka hægt að fara í endurheimt votlendis og skógrækt ef að hinum markmiðum er búið að ná. Svo erum við fleiri verkefni, við erum með Græðum Ísland sem er sjálfboðaliða verkefni með erlendum skólahópum og við viljum gjarnan útvíkka það til bara almennings og fyrirtækja og við erum að vinna með matasóun og alls konar verkefni. Þannig að það er hægt að vinna á mörgum vígstöðum. Þið eruð á mörgum vígstöðum? Já. Það hefur komið í ljós undanfarin ár, þið hafið ekki verið í felum. En Sigurður Ingi, Orkusetrinu? Já, ég fekk nú að blaða ráðan. Þú fékkst nú alveg ansi mikið, þannig að ég kannski bara teka eitthvað þá eitt úr sem ég náði ekki að dekka nógu mikið á hann. Ef til dæmis fjöllum þessi orkuskipti sem tíðrætt að þá vilja margir svona einhvern veginn stundum sem afsökun eða stundum ég tekið sem leti að nefna eitthvað að já þá þarf svo mikla innviði og það er svo dýrt og eitthvað svona og þá er mjög hollt og gaman að vísa til fyrri orkuskipta Íslands sem voru mjög glæsileg þegar við hitavætum Ísland. Það var alvöru innviða uppbygging. Þannig að þessi innviða uppbygging í sambandi við orkuskipti er algjört grín með þá innviða uppbyggingu sem við fórum í þá og gerðum einhvern veginn bara eins og ekkert var. Það er eins og þessi pínu svona dofið við mörgum miðað við hvað var hérna í gamla daga. Það þurfum að breyta því og til þess að setja það kannski peningilegt samhengi en halda þetta sé eitthvað svo ægilega dýrt. Ef við tekjum 1 krónu, ef við fengjum 1 krónu á eldsneytislítrann sem var náttúrulega alveg hrikalegt sem bara einhver dagsveifla getur verið bara eitthvað eftir hádegishækkun hjá bensínstöð. Það gæfi 500 milljónir. Já. Sem myndi sko algjörlega duga væri svona fyrir okkur Jón Björn væri sko draumur í dós við getum gert allt sem við þurfum í þessari innviðauppbyggingu. Það er að setja það eins í samhengi. Þetta er ekki svo einhver alveg stórkostlega Það er kannski einhver ótti við að takast á við þessar áskoranir. Það vantar kannski stórhuga. Framkvæmda fólk. Það vantar kannski bara trúna á að þessar staðreyndir eru
staðreyndir. Já, vantar kannski bara aðeins að virkja drífandan aftur, skilur. Og ef maður taka líka aðeins bara, að því þú nefndir bæði losun og bindingu, að ég held að það sem að ég vil sjá í bindingarhlutanum er sko pakkalausnir. Að það sem við þurfum að gera núna er að pakka þessu í umbúðir. Útgerðarmaður hefur ekki tíma til þess að leggjast yfir einhver votlendi eða fallega svæði til skoða. Hann vil bara fara og kaupa 1000 tonn í skógi og 5.000 tonn í votlendi og landgræðslu fyrir afganginn. Það er raunsætt mat. Já, við verðum að einhvern veginn geta bara búið þetta hratt. Allt gerir svo hratt í dag, við lifum einhverjum Snapchat tímum og það verður að geta búið líka hraða lausnir. Eða rækta bara inn við, eða ekki kannski þægilegast. Höldum áfram. Já, Bryndís, hjá Samtökum iðnaðarins. Já, ég held að samstarf sé mjög mikilvægt. Þið getur kannski talað saman hérna, tveir og rætt við vinnviði. En ég vil þakka fyrir hana góða fund. Mér þótti þetta mjög áhugaverð morgun og gaman að hlusta hérna á umræðunar. Og mér finnst umræðan vera jákvæðari en oft áður á svona fundum. Og ég held að við séum komin svolítið áfram og umræðan hafi þroskast og við erum líka farin að sjá aðeins hluti gerast. Við erum ekki bara að tala vandamálin og verkefnin framundan, heldur getum við fara að segja frá árangri. En lykilorðin, ég held að þau hafi komið fram hjá Söru Rut og Bríett í morgun þegar þær tala lausnamiðaða hugsun. Og við stöndum núna frammi fyrir 4. iðnbyltingunni og ég hef mikla trú á því og ég þykist bara að vita það að hún mun skipta miklu máli í þessu öllu saman. Og því að tæknibreytingar munu færa okkur betri lausnir og við munum fara að gera hlutinu á annan hátt og margt sem við erum að gera í dag og öðru sem við gerðum áður er að hafa jákvæð áhrif líka umhverfislega þó að við kannski hugsum ekkert endilega það þannig. Og þetta er eitt sem ég vil sjá að við ræktum betur hér á landi. Það verða til nýja lausnir, ný hugsun, nýja business model munu koma fram og ég vil sjá slíka hluti blómstra hér á landi og ég vil að stjórnvöld vinni með atvinnulífinni í því að styðja við það og byggja það upp þannig að við fáum flott græn fyrirtæki hérna. En það er kannski líka, þú er kannski svolítið að vísa líka í bara þetta nýja samfélagskerfi okkar deilihagkerfi til að mynda, að það sem að fólk er að nota hlutina saman, það er vitund í því, það er umhverfisvitund í því og vonandi ekki bara tíska. Já, algjörlega, en svo þurfum við líka tæknibreytingar inn í fyrirtækinu og það er fullt af fyrirtækjum að vinna í því. Stóra málið alþjóðlega samhengi við skoðum hvar losunin er mest, það eru orkuskipti og við erum búin að tala þau hér í samgöngum og í raforkunni þá erum við með græna orku. Við erum vissulega að nota hana að hluta til í stóriðju sem menga mikið eða mikil losun frá henni sem hefur komið fram hérna. En lausnin er ekki að færa þessa framleiðslu annað því að við ætlum svo sannarlega að halda áfram að nota vörurnar sem eru búnar til úr þessum málmum. Við ætlum að kaupa Teslurnar með kísli frá Íslandi sem að minnkar orkunotkunina og álfölgur á bílan okkar til að létta það og svo framvegis. En það er þrýstingur í þessu ETS-kerfi og talandi góð dæmi, við erum farin að sjá það breytingar þar að Elkem hefur lýst því að þeir ætla að minnka losununum 40% 2030 og hafa nú þegar náð að minnka losunum 10% og það eru 50.000 tonn og það er heilmikið. En höldum áfram, klárum hérna panelinn og gjörðu svo vel. Já, takk. Heyrist í mér? Heyrist í því? Já, ég heiti Sunna Ásgeirsdóttir og er að vinna á Landgræðslu ríkisins. Við vinnum að svona ýmsum mjög loftslagsvænum aðgerðum. Við erum að vinna landgræðslu og að efla sjálfbæra nýtingu lands og svo nú síðast höfum við verið að beita okkur í endurheimt votlendis. Og mér langar kannski aðalega að tala það, svona grípa frá glærunni sem að Hafdís Hanna sýndi síðast, þar sem að sérsta staki heildarlosunarþáttur Íslands er frá framræstu votlendi. Og fólk stundur hrekkur aðeins við, en þetta kannski útskýrist helst að því að við erum örfá sálir í stóru landi og 20% af grónu flatlendi Íslands er votlendi og á láglendi er mjög stór hluti þess raskaður. Og frá þessu landi bara kemur mjög mikið gróðurhúsalofttegundum. Og ég sé ekki kannski beint tækifæri þessu, ég sé fyrir eitthvað svolítið skuld að við kannski okkur ber skylda til þess að lagfæra þetta. Þetta er tiltölulega einföld aðgerð og það voru kannski mjög duglegt fólk sem ræsti fram svona fyrir árum. Og það hefur verið metið að 85% af þessu landi það er ekki notað fyrir til dæmis matvælaframleiðslu eða á svona
mikinn hátt. Það er notað til beitar en það er líka vel hægt að nota óframræst votlendi til beitar. Þannig þetta er kannski svona aðferðafræði síns tíma Já, sem að við verðum þá að draga tilbaka en það eru í sjálfu sér alltaf hindranir eða ætlar að vinda ofan af einhverju. já, taka þessu bara sama dugnað við tókum á því að grafa skurðina. Já, Og miðað við hvað þetta er svakalega stór póstur í rauninni, að þá er ótrúlegt að við erum ennþá, 2017, þá erum við ennþá að ræsa meira fram en við erum að endurheimta. en þetta eru sláandi tölur sem við sáum áðan um hver mikil áhrif þetta hefur og Þetta hefur þá, þetta kemur ekki á beinan hátt inn í loftslagsbókhaldið, en þetta er samt rosalega stór póstur já, og þetta skiptir miklu máli náttúrulega bara í sambandi við losununa. já. Þorsteinn, ég segi svona nýsköpunarmiðstöð Íslands. Sigfússon. Sigfússon, afsakaðu. Góðan daginn, góðu gestir. Ég sætla á þetta Þorsteinn. Er þið sæmlið mér? Já. Ég ætla að segja ykkur að Nýsköpunarmiðstöð Íslands en er ætlað að horfa langt fram í tíman og vera dálítið snögg til. Og það er einmitt 6 ár síðan ég ræddi það á ásfundu okkar að fjórða innbyltingin var að eiga sér stað. Ég gleðst yfir því að samtökin og félagar okkar í Borgartúni eru búin að taka þetta upp núna. Það er alltaf að vera 6 árum á undan. Ég ætla líka að segja ykkur frá því að við erum sérstaklega innbyrgt okkur núna að því að minnka kolefnisfótspor Íslands með alls konar tæknilegum lausnum. Fyrsta lausnin sem ég ætla að nefna við ykkur er svo að við erum að undirbúa það bara núna með Símanum og Háskóla Íslands að setja upp í Þórsmörk loftnetskerfi fyrir GSM-síma sem á ekki að mynda díselbrælu með díselrafstöð, heldur verður það keypt með grænum aðferðum, grænu rafmagni sem er unnið þarna úr lækjasbrænu í Þórsmörk. Og mikilvægast í þessu, mikilvægast að nýsköpunni hefur verið að koma orkunotkun græjunar mjög niður. Þetta er svona 400 watta stöð sem þarf þarna uppi. Mjög ánægilegt. Ég ætla að taka næsta dæmi sem er aðeins lengra fram í framtíðinni. Að ég hvatti þess með Vestmannaeyingum og HS Veitum, sem eiga það fyrir það lofskilið, að hafa verið með varmadælu pælingar í sambandi við rafmagnsframleiðslu. Og nú má segja að í nýjum áformum þeirra er sett upp varmadæla sem er knúin af, og hvað haldið þið, eiginlega golfströmmnum því að vatnið, sjórinn í kringum eyjar, 7-8 gráður á sumrin, hann verður lykillinn að þessu. Ég ætla líka að segja ykkur að varmadæla sem hún hafði fundin upp af Kelvin Lávarði fyrir 100 ára, hún er svo snjöll í þessu tilviki að hún tekur gífurlegt magn á sjó, lækkar hitanum kannski 6 gráður, 5-6 gráður og tekur svo miklu minna magn sem er í umferð fjarvarmaveitunar í eyjum og hita það miklu meira. Þú tala langt fram í framtíðina. Hversu langt eru þessar rannsóknir ykkar komnar þar sem að þið leggið ykkar af mörkum? Ég var á fundi í Arctic Council bara síðustu viku og við lögðum það fram 6 stór prósjekt. Þau eru mislangt á veg komin en sum þeir eru mjög. Það sem er kannski mest framandi og verður kannski glæsilegast af þessu öllu saman er að þegar við skoðum hvað mikil olía fer í að veiða fisk, að landa fiski, þá var það það bil tonn af olíu fyrir tonn af fiski. Þetta leiddi til þess að fólk hjá okkur, ég ætla að nefna Höllu Jónsdóttur sérstaklega, þróaði veiðarfæri, ljósveiðarfæri, þar sem að ray af leysigeislun virkar á fiskin alveg eins og nælonnet. Nema þið getið ímyndað ykkur þegar þið dragi svona net, ljóstræði, ljósgeisla í gegnum vatnið, það var nánast engin eyðsla. Þetta myndi ég segja að þetta er komið í gang á Ísafirði, við höfum verið að veiða rækju með þessu. Þarna er kannski áratugur í fullnustu. Já. Það er náttúrulega alltaf fjármagn í nýsköpunina og það er mikið talað um að það eigi að gera það á tyllidögum og fyrir kosningar. Þið þurfið væntanlega meira fjármagn býst við til að halda áfram. Já, bara ekki minn stíll að tala alltaf um það sko. Þú ætlar ekki. Ég bara reynum að leysa vandamál. Já. Og ég vonast til þess að horfa við salin að ný ríkisstjórn muni taka enn betur í þetta. Já. En ég kvart ekki yfir atlætinu. Ég er nú með símann minn á borðinu. Hvað líður klukkunni?
1434, flottir. Ég var að velta fyrir mér, sko, loftslagsmálin, umhverfismálin, þau lenda mjög oft í pólitískum skotgröfum, fara að snúast eina virkjun frekar en aðra og svo framvegis. Getur verið að sko, þessi fyrirlestur í dag hafi kannski svolítið opnað augu okkar fyrir því að við þurfum að komast upp úr þessum skotgröfum og fara að hugsa svona meira eins og Mónika að ræja, hugsa meira í lausnum, hugsa svolítið fram á við í staðan fyrir að ná vondakallinum sem að menga? Já, alveg klárlega. Ég tók viðtal við Patricio Espinosa sem er framkvæmdastjóri rammasamnings Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar hérna á Arctic Circle í síðustu viku. Ég spurði hana út í að því ég búin að vera geðveikt mikið að pæla því að mér finnst eins og það sé að verða breyting núna á því svona hvað fólki finnst að ábyrgðin aðgerðir í loftslagsbreytingum hvar hún eigi að liggja. Að hún sé að færast frá stjórnvöldum og til í raun og veru einkaaðila eða almennings. Ég spurði hana bara út í hvað finnst þér þetta, hver þín sýn á þetta? Og hún sagði, allir bera ábyrgð en það hafa allir samt mismunandi skyldur. Og hið opinbera, sagði hún, svo ég bara umorðið það sem hún sagði við mig, þið getið lesið þetta á Kjarnanum, þetta birtist klukkan 1 í dag, svo ég pluggi hérna líka. En hið opinbera á að búa til í raun og veru ramman, búa til regluverkið og byggja upp innviðina og þetta til þess að einkaaðilarnir geti þá komið og þú veist, hið opinbera þarf að búa til þessar leiðir sko, þannig að þessi færar sem að við viljum að samfélagið okkar farið í. Einkaaðilarnir eiga svo að nýta þessar leiðir og svo fyrir einstaklinga á hverjum einasta degi þá tökum við raun og veru ákvörðun svona loftslagsákvörðun. Við ákveðum á morgnana hvort við ætlum að fara í strætó eða keyra bílinn okkar eða hvort við ætlum að hjóla. Við ákveðum í bónus þegar við erum leiðin í heimúvinnunni hvort við ætlum að kaupa vistvænar vöru eða ekki. Þannig að mér fannst þetta fanga í raun og veru svo flott sko hvar þetta svona shift, ef ég get má sletta líka, í hvar svona hvernig svona hugmyndin hvernig loftslagsbreytingar og hver ber ábyrgð á loftslagsbreytingum eiga að vera. Af því að mér fannst sko að því ég gerði líka B-verkefni mitt hjá henni Auði í vor í stjórnmálafræði þar sem ég var að fjalla íslensk stjórnvöld og loftslagsmál og mér finnst eins og það hafa alltaf verið svona, fókusin hafa alltaf verið bara svona á stjórnvöld eiga að redda þessu. En núna er þetta orðið svona aðeins teygjanlegra. Það stjórnvöld eiga bara hafa sínar skyldur, fyrirtæki hafa sínar skyldur eins og við sjáum hérna í fyrirlestri áðan og svo almenningur. Já, það hefur einmitt Auður verið talað að hérna í dag og í morgun að sko hið opinbera eigi að ganga náttúrulega fram með góðu fordæmi og gera það þannig og setja síðan ramman með ívilnunum til að mynda til að hvetja til kaupa á rafbílum. En er ekki stóra spurningin samt líka svo að fólk verður að finna svarið við spurningunni okkur skiptir að máli hvað bara ég geri. Ég er bara ein manneski, ég er bara einn maur á netinu. Já, gjör svo vel Auður. Ég held að, þetta er náttúrulega eitt af þess að gera þetta viðfangsefni svo flókið. Þetta er eitthvað við eigum þetta öll og þá er einhvern veginn freistandi að láta hina gera það. Og stjórnvöld bera mikla ábyrgð og ég var að vonast til að þetta er kannski svona bara kosningamál núna, en það er það ekki. Ekki eitt af stóru kosningamálunum, ég held að við getum verið sammála það. Kannski breytist eftir daginn í dag, ég veit það. Við þurfum að leka einhverju. En eitt sem tengist þessu, það kemur aðeins inn á það sem ég heyrði hérna áðan, er að þetta er náttúrulega flókin mál. Og í gegnum tíðina og sérstaklega á fyrstu árunum og auðvitað er það svolítið ennþá að það er dælt í okkur, ef við hugsaum þetta meira svona út frá almenningi, alls konar tölulegum upplýsingum og línuritum og svona, það er ekkert fyrir hvern sem er að skilja þetta. Og svo er þetta eitthvað sem gerist í framtíðinni, þetta er loftslagið og þú getur ekki alveg þreifað á því, þannig að það verður erfitt að tengja það daglega lífinu. Og þannig að ég held við þurfum líka svolítið að hugsa hvernig við tölum þetta, ungu stúlkurnar sem voru hérna í morgun, þær koma aðeins inn á þetta hvernig að kveikja áhuga hjá unga fólkinu. Ég var dálítið slegin, ég var að kenna háskólastigi þessi mál núna í 15-20 ár og að heyra ennþá sé einhvern veginn
ekkert verið að taka á þessu. Það er einn valkúrs loftslagsmál. Já, og það skiptir máli að þetta sé skylda, sko. En tala svolítið öðruvísi þetta og gera þetta spennandi, gera þetta hipp og cool, að bara, þú veist, við ætlum að gera þetta því þetta er gaman og við ætlum að gera þetta saman, að fá svona kraftin sem var í okkur þegar við fórum í hitaveituna og allt þetta, sko. Að við gerum ekki mikið ef við erum lömuð á ótta. Þannig að við erum líka kannski aðeins eins og hvernig getum við talað þetta og gert þetta spennandi viðfangsefni og ná þannig þessar samstöðu sem við erum ekki að ná ef það er í skotgröfunum. Já, það er kannski bara neikvæðni í mér en sko það hefur kannski ekki alveg loðað við loftslagsmál að þau séu ofsalega skemmtileg. Þau eru það er einhvern veginn ekkert, fyrirgefðu, Kristín Linda, nei þau er kannski ekkert ofboðslega sexy og það er kannski það sem að þarf að draga fram. Lífstílsbreytingar að verða, það er töff, ég meina deilihagkerfi eins og ég nefndi, en er það ekki líka vandamáli að fólk það hefur ekki áhuga? Sko það sem, ef ég má koma inn í... Og svaraða nú. Já, ég get ekkert svarað þessu frekar en annað, en það sem mann hefur svolítið fundist að þetta hefur svolítið verið að vinna í sitt hvorum horninu að þessum málum. Já. Og það hefur verið svona dálítill veggur á milli ákveðinna hluta og bara eins og þetta með ekki, mann sé að borga fyrir einhverja sóun á olíu með því, eða eyðslu á bílnum með því að rækta skó, það hefur verið svolítið stilt upp sem einhverjum svona vondum hlut. En í rauninni sem sagt öll binding, hvort sem hún fer fram á Íslandi með skó eða ekki, þá gagnast hún allir í jörðinni. Maður verður að hafa það í huga líka. En það sem ég ætlaði líka að segja með stofnanir, svona, það kannski þarf bara að efla samstarf allra stofnana og kannski tengja stofnanir betur saman, mögulega gegnum ráðuneyti. Maður sé vinna svona sem einn aðili að þessum hlutum. Við höfum náttúrulega umhverfisráðuneyti og við höfum ýmsar stofnanir, það er spurning að hafa þá einhverja ennþá miðlægari þar sem að bara fólk eins og þið komið saman og fleiri, en kannski að sveitarfélögunum, já. Ég vil kannski ekki fara að fá svona stjórnstöð loftslagsmála, ekki beinlínis, en meiri samvinnu. Það er til stjórnstöð ferðamála, eitthvað óskilgreind, samkvæmt nýrri skýrslu. En varðandi eins og sveitarfélögin sem að fást líka við pólitíkina, sem að fást við hagsmunaöflin, það er enn eitt sem að þarf að einhvern veginn að finna út úr hvernig á samráðið að vera. Af því það er alltaf einhver sem líður á honum, hann tapi á breytingunum og ágáðun fari eitthvað annað. Ef þú skiljið hvað ég meina. Já, náttúrulega sveitarfélögin eru, vil ég segja, að mörguleyti óplægður akkur í þessum málaflokki með ákveðnum undantekningum þó. Það er til loftslagsstefna hér hjá borginni sem ég held að við verðum bara að segjast að sé mjög metnaðarfull. Örfá sveitarfélög önnur hafa sett stefnu á þessu sviðu og síðan auðvitað hafa mörg sveitarfélög sýnt bara heilmikinn metnað í umhverfis- og sjálfbærnimálum almennt. Staðardagskrárverkefnið, við skulum ekki gleyma því þó að það sé kannski ekki til beinlínis lengur og þar er ákveðin undirstaða og mikill vilji held ég til að gera vel í umhverfismálum almennt. En ég ætla svo sem ekkert að vera hér til að væla út af ríkisvaldinu. Ég held að það sé alveg ástæða til að ræða það hvernig ríki og sveitarfélög geti unnið betur saman og án þess að ætla að fara að mæla með Evrópusambandsaðild að þá tel ég svona kannski vanta ákveðin þátt í fjármögnun góðra verkefna. Aðildarríki Evrópusambands hafa aðgang að uppbyggingarsjóðum og náttúrulega sérstaklega dreifðustu byggðirnar hafa þar bara ansi djúpa vasa að ganga í. Hér erum við að horfa á náttúrulega ýmis verkefni. Ég nefndi áðan borgarlínuna, við skulum segja líka gas- og jarðgerðarstöð sem á þjóna höfuðborgarsvæðinu og stærra svæði og er eðlilegt að sveitarfélögin sé að borga svona innviði ein. Það sama á auðvitað við fráveitumál og fleira. Þannig ég held að það sé alveg grundvöllur til þess að ræða þessi mál og svona komast aðeins betri niðurstöðu það. En sveitarfélögin er alveg til og getur auðvitað komið að þessum málum mjög víða. Hér í kaffil hér í morgun var til dæmis aðeins verið að ræða eftir fyrirlestur MH-ingana
fræðslu í leik- og grunnskólum væri hægt að bæta og þá er það kannski spurning annars vegar til nógu gott námsefni, ég heldur endur að það sé til töluvert af því og þá líka spurningin sko færni kennarana, þarf kannski bara að bjóða upp á námskeið fyrir þá. Já, Þorsteinn. Ég ætlaði bara að nefna að það eru mjög góð samvinna í gangi milli ýmissa stofnana og segja ykkur á því að við Sigurður Ingi til dæmis höfum farið landið með námskeið sem við kallað Viltu verða orkubóndi? Yfir 1000 manns komið á löng, kannski 2 daga námskeið og ég held ég megi segja Sigurður að til dæmis bara byltingin í jarð í varmadælum hefur verið mikið tengd þessum námskeiðum okkar. Eins vildi ég hrósa samvinnu Íslenska nýorku og Sigurðar. Það voða margt svona að gerast. Við höfum verið að tengjast. Það eru ýmis konar samskipti, það ýmis konar samvinna í gangi að sjálfsögðu, en svo bara spurningum að það þurfi fleiri að koma að þess að eins og við séum í dag að þetta eru óteljandi snertipunktar. Ég ætla að nefna byggingavettvanginn, þar sem að SI og Nýsköpunarmiðstöð og fleiri hafa verið saman. Þetta er allt að glæðast, held ég. Ef ég má skjóta inn í, bara því að við erum að tala samvinnu, það sem gerist líka í vor með ríkisstjórninni sem er núna að vera að kjósa upp á nýtt, eða sem sagt að vera sprakk. Já, umhverfisráðherra ánægður með þetta. Þetta er bara komið. Það sem gerist nýtt þar var að það var tekin svona innan stjórnarráðsins þá er svo vinna unnin þvert á ráðuneyti, sem ég held í fyrsta skipti sem það er gert með svona víðtækum hætti. En svo segir mér, svo fæ ég þær upplýsingar núna að eftir að stjórnin sprakk þá er svo vinna á bið, þannig að bíður nýrra ríkisstjórnar að taka ákvörðun það. Við vonum bara að það leysist að komi hér loftslagsvæn ríkisstjórn til valda. Það verður að koma í ljós, en svo náttúrulega erum við með einn geira sem er atvinnulífið. Það eru fjárfestingasjóðir, það eru stóru fyrirtækin, hversu meðvitið eru þau umhverfisvernd og loftslagsmál, hversu nærri stendur þeim málefnið. Og það er síðan enn ein hlið, en kannski ef þið vildu kommentera á það kannski, ég veit ekki, Bryndís til að mynda. Já, það er, áhuginn hefur aukist og við sáum hérna á glærunum hjá henni Katli áðan 100% manneskjur sem að starfa í fyrirtækjum og sem einstaklingar er fólk sem hefur bara áhuga á þessi vinnunni sinni alveg svo heima hjá sér. Og eitt af því sem er talað hér er samstarf og það er mjög mikilvægt og ég þekki til dæmis dæmi fyrirtæki sem hafa verið með vörur sem eru vistvænni og heldur en vörur sem fyrir eru, en þær eru á einhvern hátt öðruvísi, það getur þýtt það að verslunin þarf aðeins að breyta í hvernig hún vinnur, neytendur þurfa að nota hana aðeins öðruvísi eða hugsa aðeins öðruvísi, hún getur jafnvel passað illa inn í flokkunarkerfi, hægt á hún rugglist inn í flokkun eða eitthvað slíkt með úrgang og þá kallar þetta á samvinnu ef við ætlum að fara að gera hlutinu öðruvísi og koma með nýja hluti og þannig að þetta er ekkert alltaf svo einfalt að fyrirtæki vilji bara ekki koma með betri vörur þegar neytandi kallar eftir þeim og svo framvegis. Þetta er samspil. En kannski getur nýja varan verið dýrari þannig að þetta hugsanlega er hún það og sumum tilfellum, einhver tilfellum er það ekki, fólk segir bara ok, ég bara er til í að borga fyrir það, allavega hluta markanum er til í það. En það er eitt, líka þurfa að breyta því hvernig þú gerir hluti. Það er stundum þröskuldur líka. En lykilatriðið er bara að tala saman og það sé samstarf og þetta finnst mér hafa aukist að það er bara, fólk er tilbúnara til þess bæði sem einstaklingar heima hjá sér og í vinnunni sinni að leggja meira á sig til þess að láta svona hluti ganga. Ég held að mér líka bara skipta aðeins út þessu orði grænni og vistvænni bara fyrir nútímalegri. Það er nokkuð skýrt, ég held að græn starfsemi sé bara orðið gæðamál. Það er mjög auðvelt að skoða fyrirtæki og skoða hvað er að gera í umhverfismálum og farið nokkuð góða myndaði hvort að þetta sé nútímalegt gæðafyrirtæki eða ekki. Já, það er orðið svolítið grænt sama sem nútímalegt. Já, það er eiginlega málið, af því að Ekki þetta er ryðgað og orðið nokkuð gamalt. skýrt hvert við erum að stefna eða þurfum að stefna og þetta snýst líka miklu svona tæknibeitingar og nútímavæðingu að ég held að mennilega bara að horfa í það svolítið hvar fyrirtæki eru stödd. En ég vildi bara nefna eitt af því að við talaðum gat út af sveitafélagunum og svoleiðis, að þetta er svolítið góður punktur af því að
við erum ekki komið með greiðanda af sko áhrifin sem allir græða á. Ef við tökum bara að því að Brynhildur hinn síðari að mögum að nefna Akureyri, þá bara tökum dæmi, við erum 2 dæmi þar, sem sagt metanvinnslu sem var farið út í algjöru frumkvæði og moltugerð og allt í sóma framkvæmdir og allir loftslagsávinningurinn sé ekki sko 30-20.000 tonn, eða 20 og 30, 50.000 tonn kannski samtals á ári sem minnkunum verður út af þessu. Það gjöf til okkar allra sem þurfum að standa við einhverjar skuldbeitingar. Við borgum ekki neitt fyrir þetta. Þau gæti slökkt á þessu á morgun og þá fáum við allt í einu bara 50.000 ný tonn í fangið. Það enginn að úti til að greiða þetta með einhverjum hætti og styðja við svona framkvæmdir. Þarna allt í einu verðmæti sem við bara treystum á að komi. Akkurat, já. Einhvers staðar. En þetta náttúrulega, sko, já, þetta hinn upplýsti hugur hérna sem að talar og það nú kannski það sem við þurfum að gera betur af að það að miðla þessum upplýsingum á þann máta sem við skiljum og fá okkur til að skipta okkur máli. En þú vildir bæta við? Já, mér langar bara að nefna það sko að kerfi sem á að virka þannig að við ætlum að minnka útlosun koltvíoxíðs og minnka mengun. Það þarf að vera einfalt og það þarf að koma í rauninni stjórnvöld hafa svo rosalega mikla ábyrgð á að gera kerfi sem að virkar. Því að við erum kannski 200 manns eða eitthvað inn í þessum sal og við erum öll vonandi frekar umhverfisvænt tengjandi en hinn almenni borgari það kannski ekki. Og það að hinn almenni borgari sem hefur bara svona, hann kannski ekkert endilega eitthvað á móti umhverfinu, hann bara ekki að pæla í þessu. Hann fer inn í búð og hann velur einföldustu vöruna. Það eins og til og með staðundum Guðlaugur að Brynhildur hinn síðari, þakka þér fyrir, tala pálmálíu til dæmis. Að ég er búin að vera talskona gegn pálmálíu bara nokkur ár núna og Guðlaugur að heyra það orð á þessari ráðstefnu. Að það er ekki hægt að finna almennilega vörur sem eru án pálmálíu í búðunum. Ég leitaði að einhvers konar sætmeti með kaffinu daginn og það var 1 keks sem ég fann sem var ekki með pálmálíu. Og ef þið viti ekki hvað pálmálíu þá þetta mest regnskógaeyðandi vara sem verið að framleiða í dag og þetta sett í eiginlega allar vörur. Þannig að allar matur meira minna og í súkkulaði, keks, þetta sett í brauð, ef þið kíkið bara, ég ætla ekki að nefna neina ákveðin fyrirtæki en stærstu brauðframleiðendur Íslands og maturur, þetta er pálmálíu í öllu. Maður er 20 mínútur að velja sér 1 súkkulaðistykki. Já, þannig að ég ætla að finna 1 með kaffinu sem var ekki með pálmálíu og ég fann 1 keks eftir 20 mínútur í búðinni. Og þetta á ekki að vera svona flókið. Og þetta er bara eitt dæmi, ég geti talað þetta og fara mörgum vinklum í bara marga vikur, þetta er bara svona 1 lítið dæmi. Og þegar það er svona flókið að vera umhverfisvænn, þegar maður fyllist streitu og vanlíðan við að vera umhverfisvænn, þá gengur þetta ekki, þá eitthvað að kerfinu. Og þarna koma stjórnvöld alveg inn og þau verða að breyta, því ég sem umhverfisvæn manneskja, ég get haldið áfram að flokka, ég get haldið áfram að vera umhverfisvæn og vali strætó fram með bílinn og allt þetta, en ef kerfið hjálpa mér ekki, þá breytist ekki neitt. Þannig að það verður að vera þrýstingur frá okkur, en stjórnvöld verða að koma með leiðir til að finna lausn á þessu. Og það með pálmálíu er 1 dæmi. Við getum sett það yfir á allt annað sem við gerum. Ekki bara tala súkkulaðið. Hvað segirðu? Þú veist ekki bara tala súkkulaðið. Nei, ekki bara súkkulaðið, en bara, ég getum tekið þetta með matasóun, ég getum tekið þetta með samgöngunum, ég getum tekið þetta með hvað sem er. Þetta er bara 1 dæmi. Þannig að þetta er bara sýna það að við erum máttvana svolítið nema stjórnvöldi komi á móti. Og þess vegna verðum við bara að kjósa þannig að við fáum stjórnvöldina sem geta og hafa kjark til að takast á þessum málum. Því að við erum að vinsa þetta allt frá okkur, bara fyrir börnin okkar, bara ykkur að segja. Sko. Já, við skulum enda samt á kannski þessum björtu nótum sem að Mónika færði okkur hér í upphafi í sínu frábæra erindi og kannski svona bara östuð við erum að klára þetta, hún er að verða 3 klukkan. Gerum við nógu mikið af því að fá fólk eins og Móniku í heimsókn? Fleiri Móniku. Gerum við nógu mikið af því að kynna okkur hvað er hægt að gera svona sem bara litli maðurinn hérna út í hafi? Ég held að þessar sögur og þessi dæmi skiptir miklu máli og við segjum góðu sögurnar okkar
og þetta er mjög uppörvandi líka að fá að heyra þessar góðu sögur frá henni og hvernig þeim hefur gengið. Já. Og þetta er aftur samvinnan og að dreifa hugmyndunum og læra hvert af öðru skiptir gríðarlegu máli. Við þurfum líka sem umhverfisstofnun og ráðuneyti að búa svo það sem hefur verið flutt hér í dag að það sé aðgengilegt og gert auðvelt á vefnum eða hvernig sem er. Það er mjög merkilegt þegar við farið hér fram í dag fyrst mér. Já. Skora okkur, já, og þá segi ég svolítið interaktíft, svolítið lífandi á vefnum, kannski ekki bara PowerPoint. Viltu kommentakerfi? Nei, ekki snútu fyrir mér. Ég er bara að gera þetta. Ég var að meina þetta. Þetta er fyllt eftir þessu Þetta verður á netinu, Bergþóra? Já, akkurat. Þannig að þetta verður... smæð okkar. Við erum lítil eins og þjóð, eins og Mónika var að segja. Já. Við höfum alveg brjálæðislega mikið vald. Við höfum 1 atkvæði í heiminum. Já. Bara þessi litla þjóð hefur heilt atkvæði á móti hinu þjóðunum. Þannig að við höfum rosalega margt gott á þessu landi sem við getum gert og við höfum að nýta okkur það og vera framilega í umhverfismál. Þar getum við verið algjörlega bara breytt heiminum. Sko. En maður benda bara þessi smæð, sko, við þurfum að passa okkur því að ég held, sko, að það sem ég er hræddastur við að því við erum í pólitík núna er að óvart gerum við ekki neitt. Af því að mér heyrist allir stjórnmálaflokkar vera svolítið á þessari línu að gera eitthvað, en við verðum bara að viðurkenna það að við erum ekki í landi þar sem að stjórnmálaflokkar búa við gríðarlega stórt bakland, þar sem þeir geta bara fengið hugmyndað einhver og sendt inn í flokkinn sinn búðu til orkuskiptaáætlun fyrir mig sem ég ætla að kynna í sjónvarpinu í kvöld. Þetta eru miklu þynnri línur hérna, þess vegna verðum að hvetja stjórnmálaflokka til þess að nýta sér þá smæðina í hina áttina, viðurkenna smæð sína og nýta þá smæð sína til að taka eitt símtal og hringja í sérfræðing landsins. Hvað ætli margir stjórnmálaflokkar hafi hringt í Jón Björn og bara fengið einhverja línu, í staðan fyrir að vera eitthvað titrandi í sjónvarpssal og vera ekkert með það fram að færa. Þetta er ekkert mikið vesen, bara viðurkenna og ég var að hrósa kannski síðustu, þessari eitthvað, að þeir leitaðu út á við sem skiptir miklu máli til þess að fárin að vera bestu upplýsingar. Boðleiðirnar eru stuttar í það minnsta. Já. Herðu, við skulum bara klára þetta núna. Klukkan er alveg að detta í 3 og það verða veitingar hér, er það ekki, frammi, Bergþóra? Það er rétt hjá mér. Þannig að þið getið fengið ykkur einhverja hressingu og eitthvað að maula hérna fyrir framann. En þetta voru frábæri erindi og ótrúlega ólík. Frábæri erindi sem að komu hér fram. Mónika náttúrulega frábær, fá hana hér til að byrja með að setja svona móralinn, setja svona áruna yfir fundinn. Ég held að það hafi verið frábært og ég þakka ykkur kærlega fyrir sem að voru hér í pallborðinu í lokin. Gætum við náttúrulega verið lengur hérna, en ekki bara segja þessu, hvað ég gera? Mér sé litið þá. Já, býtum við. Já, akkurat. Það er spurningum, já, ríkisstjórnina Björt. Ég ætla að fá því til þess að, Björt Ólafsdóttir, já, best að hafa þetta allt rétt. Ráðherra ætlar að slíta þinginu, eða hvað? Já, ég á ekki að gera það. Svona er þetta. Stutta boðleiðir. Ekki að tala ríkisstjórnina, en ég ætla bara að nýta mér aðstöðu mína út af því að kannski verða það í síðasta skipti sem ég fæ að gera það til þess að segja bara nokkur orð um það að ég hef ekki áhyggjur af okkur út af því að eins og hér hefur komið fram hér er ekki fólk að rífast eins og fólk rífst kvótakerfið eða eitthvað álíka, fiskveiðistjórnunina eða eitthvað. Það er ekki þannig. Hér er fólk úr öllum áttum, iðnaðurinn, atvinnulífið, sveitarfélögin, fræðimenn og félagasamtök sem eru meira og minna sammála. Og fólk er lítið í því að segja, já en ekki bögga mig, ég ætla ekki að gera svona mikið. Bara mjög lítið í því, og eiginlega ekki. Þannig að ég vil bara, til þess að við ljúkum þessu á, og þetta hefur mjög gott þing, þakka fyrir það, að segja bara, fyrst að ég er að förum, þá líður mér dálítið, eins og ég hafi átt þátt í því að, kannski einhvern þátt í því að koma einhverju krakka á legg, sko, og hann er bara farin að labba, og hann mun bara fara beinu brautina. Ég veit að við gerum það á Íslandi. Og við eigum að nota svona real talk eins og Sigur Ingi er með. Við eigum að tala einfalt en þó ekki
vera eitthvað að einfalda okkur, við þurfum þess ekkert. Við eigum að hætta að tala bara við hvort annað, sérfræðingana. Það var mjög gott að koma inn í umhverfisráðuneytið og vera ekki sérfræðingur á þessu sviði til þess að láta mitt góða fólk tala við svona vitleysingar sem mig sem þurfti bara að skilja þetta líka. Skiljiði, við erum alveg að komast þangað og ég er bjartsýn fyrir allra okkar hönd og við skulum nota þessa sögu að við höfum sofnað aðeins á verðinum sem við gerðum en okkar þáttur er að snúa honum við hratt og það getum við gert til þess að vera fyrirmynd fyrir aðra stærri þjóðir sem geta sagt, og við getum sagt, sjáið, þetta er ekkert vandamál, svona verður þetta gert á Íslandi, farið bara á okkar ráðum. Það verður langstærsti partur sem að Ísland getur veitt inn í þetta alþjóðlega verkefni, alheimsverkefni að snúa við hlýnun jarðar. Og við eigum að vera leiðandi þar og ég veit að verðum það. Ég vil þakka ykkur fyrir daginn í dag og þakka fyrir mig. Já, takk fyrir það Björt Ólafsdóttir og þá slít ég formlega þessu þingi. Við þurfum að gera miklu betur en það eru óteljandi möguleikar. Takk fyrir komuna og góða helgi.